Í þessari upptöku ætla ég að fara í það hvernig við setjum upp YouTube rás sem er læst. Hvað á ég við með læst? Jú, þú getur ekki leitað að upptökunni inn á YouTube. Þannig að ef ykkur fer í leitin á YouTube og reynir að leita að upptökunni, þessi upptaka mun aldrei koma upp. En þú getur hins vegar tekið þessa upptöku, eða þær upptökur sem þú setur inn á þessa rás, og sett þær inn á kerfi eins og Moodle eða heimasíðuna eða hvar sem er, og hún kemur þá bara til með að vera sýnileg þar sem að þú birtir hana. Þannig að ef þú setur hana inn á YouTube, þá einfallega sést hún bara á YouTube, inn á Moodle, og þá sést hún bara inn á Moodle. Margir gera þetta líka fyrir WordPress og alls konar aðrar síður sem þeir eru með og vilja ekki, og ef þeir vilja til dæmis ekki að hún sé sýnileg. Við þurfum að skrá okkur inn á YouTube til þess að setja upp rás, og til þess að geta skráð sig inn á YouTube þá þarf maður að vera með Gmail aðgang eða sem sagt Google aðgang. Þið geti fundið út hvernig að setja upp Google aðgang bara með því að skrifa til dæmis hérna create Google account, og það er hér myndband sem segir hvernig það er gert. En ég ætla að fara núna bara beint í það hvernig við búum til svona lokaða rás. Ég geri það með því að skrá mig inn. Ég smelli hér á sign in og hérna er ég með alla aðgangana mína. Ef að þetta er einhver annar aðgangur, ef þið til dæmis fáið þetta upp, þá bara smellið ég hér á use another account, en ég ætla að nota einn af þessum, þannig ég skráði mig inn. Og núna er ég búinn að skrá mig inn. Til þess að stofna rás þá þarf ég að fara hér í hornið. Það mynda mér hérna í horninu reyndar, en það getur verið myndað ykkur öðru fyrir hjá ykkur, allavega ekki mynda mér. Og ég fer hér í stillingar, settings. Núna smelli ég á hér create a new channel. Og ég er beðinn að búa til eitthvert nafn, og ég bara geri þetta hérna sem Moodle test. Þessi rás á bara að heita það. Núna er ég hérna búinn að setja upp þessa rás, hún er tilbúin. Ég þarf ekkert að gera fyrir þessa rás neitt meir. Þegar ég svo set myndbönd á rásina, þá tek ég ákvörðun á þessi upptaka að vera falin eða ekki. Það skiptir ekki máli fyrir rásina sjálfa. Þannig að þessi rás er tilbúin og næst mun ég sýna ykkur hvernig ég kem til með að setja inn upptökur.